Byrjum ekki á því að opna gluggann hérna. Rósapínundið. Hér höfum við eitt egg sem ég veit ekki hvort ég ætla henni að nota. Það kjúklingur, hvítlaukur, sojasós, mér þetta. Þetta sýrgrón, smá pipar, pítsadeig og ostur, bacon og pepperoni. Hér hvítlaukurinn kominn og hér kjúklingurinn, búinn að skera svona síðan hérna brendur. Mér búinn að krydda kjúklinginn, svona piparónunum og svona cayennepipar undir honum. Vegna þess að það sniðugt. Mér búinn að vandrast eitthvað með pítsudegi, það teygist rosalega mikið á því. Ég held að þetta eigi að vera nóg, það kenni ekki sér við nótrá. Ein svona ætti að vefjast inn í svona eina, held ég. Þannig að þetta sjóða þetta bara brúnast í gegn og hugsa þess að náttúrulega. Þannig að eggir sem ég er búinn að hræra saman, ég ætla að setja smá hann í hérna á þetta. Af því bara. Ég er bara svona hvítlaukinn á þetta. Hrísgrjónin eru að sjóða og svona smá þessu. Þannig að ég er búinn að vefja kjúklinginn inn í bacon, það fara 2 bacon utan hvort kjúkling. Bacon kjúklingurinn komin í pannur aftur. Þannig að snúa hana við. Ok, hérna höfum við semst kjúklinginn tilbúinn. Ég ætla að taka einn svona kjúkling, setja hann hérna á þetta. Setja svona pepperoni á hann. Vegna þess að allt betra með pepperoni og ost. Já, setti ég eggjarauðu á hann, það líka þetta gera svakalega listaukandi. Setti inn í ofn. Já, prófa að setja ostinn ofan á þetta ef verið skildið að vera betra. Hérna svo hrísgrjónin, setja sojasósuna. Það ágætt að hafa sojasósu ofan í hrísgrjónunum. Þetta svona smekksatriði, mér veist þetta bara betra. Höfum þetta bara þarna. Þetta verður ætti einhvern veginn. Lætur sjá. Mér sýnist þetta sé að koma voðalega vel út. Og þetta í svona kortri viðbót kannski. Þetta þetta ekkert hæðilegt. Nú sjá þetta lítur út svo hérið eitthvað svona eyra hérna og hérna annað. Magnað fyrir bara lög. Það var að komast að hvernig þetta dót smakkar. Sjá skera í þetta einhvern veginn. Nú eldast ekki. Lyktar ekkert skelfilega það með að segja. Pítsubrauð með kjúklinginn í. Það er mjög flókið bragð af þessu. Það er svona. Hvernig getur ímyndað okkar kjúklinga bacon pizza með engu tómatmjöti myndi bragðast. Kjúklinga bacon pizza með engu tómatmjöti. Og svolítið mikið brauð. Það er eitthvað dæmi sem að þarfnast nánari þróunar og stilla brauðin í hóf.